Fréttir af knattspyrnu, handbolta, körfubolta, blaki, hestamennsku, íþróttum fatlaðra, viðtöl og annað sem tengist íþróttum. Fylgstu með sportþættinu mánudagskvöld á Suðurland FM með gesti Einarsinni frá Hæli. Jú, mikið rétt sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Byrst afsökunni, ég gleymdi nú að lækka í mæknum hérna rétt áðan. Við rétt áðurinn ég hringdi hann Kára, en já, hann nú komin á línuna, Kári Jónsson, þjálfari og sem staðsettur í Katar. Komdu bless og sæll höfðingi. Já, sællestu. Hvernig hefur það þarna í Katar? Nú, það heitt og gott hjá okkur hérna í Katar. Það er bara mjög gott. Já, að venju bara frekar heitt náttúrulega. Já, það nú farið að lækka hitinn hjá þeim sko á þessum árstíma. Þess vegna var mótið sett á þennan tíma. Já. Það svona 35 gráður yfir daginn þegar við erum að keppa. Þannig að, já, það ekki ákveðin taktík að venjast þessum hita? Jú, það tekur smá tíma að venjast en það ekkert vandamál sko. Já. Það líka með virka bara ennþá betur í hitanum. En við Íslendinga eigum þarna, tvo keppendur þarna á heimsmeistaramótinu í hérna íþróttum fatlara og það Arnar Helgi Lárusson og Helgi Sveinsson. Já, það rétt. Það eru þeir tveir kapparnir. Arnar Helgi núna búinn að keppa í 2 greinum á eina eftir í fyrramálið og svo Helgi að keppa núna á föstudaginn. Já. Og hvernig hefur Arnar Helga svona gengið? Já, hann gengið bara vel. Hann var alveg við sitt besta í 100 metra strettinum. Hann á svona hjólastóla racer og var þar á 17.79, hann á 17.77. Það bara 200 sem voru þarna. Var frá metinu en svo bætt hann metið sitt í 200 metra strettinum halva sekundu. Nei, við erum bara mjög ánægðir með það. Og já, hann náttúrulega það ekki búin að svona náði það ekki að setja Íslandsmet líka? Já, það var Íslandsmet þarna í 200 metrunum. Og hann búinn að vera að bæta sig gríðarlega mikið síðustu 2 ár. Hann svo sem ekki búinn að vera lengi í þessu hjólastóla kappakstri og það þarf töluverðan tíma svona að komast inn í sportið og hanna stólinn og láta þetta allt passa. Og hann búinn að vera gríðarlega duglegur í þessum öllu saman. Smíða stólinn sjálfur, það náttúrulega alveg einstakt að nokkur gerir það. Við erum ákaflega stoltir á honum. Já. Já, maður þarf væntanlega, hann væntanlega mjög handsterkur með hvaða hraða hann að ná þarna á þessu metrum. Já, það óvægt að segja það. Hann getur kreist á manni lúkurnar. En hvenær tekur Helgi Sveinsson þátt? Helgi svo að keppa á föstudaginn. Það klukkan 4 að okkar tíma. Við erum 3 tímum á undan og þegar það svona rétt fyrir sólsetur hér. Það sólsetur hérna klukkan 5 og þá hann að keppa í spjótkasti sem sameinaður flokkur hjá honum og þeim sem eru með aflimun fyrir neðan hér. Helgi sem sagt vantar á annan fótinn fyrir ofan hér og svo hann að keppa í flokki með þeim sem eru með aflimun fyrir neðan hér og það svona öllu erfiðar að keppa þessa gauðra núna heldur en var fyrir 2 árum. Þá voru allir í sama flokki, nú búið samin að flokka og verður mun meiri challenge. Þannig að hvernig þetta þá þarna, svona erfiðari andstæðingar sem að mætir núna heldur en frá því síðasta heimsmeistaramóti? Já, sko Helgi sjálfur búinn að vera að bæta heimsmetið í sínum flokki. Hans flokkur
heitir F42 en strákarnir sem eru þarna í F44 þeir eru með árangur sem sko, þeir eiga heimsmetið 59 metrar en Helgi var að bæta met í sumar sem var 52,5 og 52,76 minnum við og Helgi sjálfur búinn að kasta núna 57,36 og sem sagt búinn að bæta þetta met í sínum flokki gríðarlega mikið en hann ennþá að keppa við sko, þá sem eru í efri flokknum og það ekkert gefið í því sko. Nú þetta verður mun erfiðari keppni en skemmtilegri þar ekki En kappinn í góðu formi sko. Hann búinn að sýna okkur það hann getur kastað mjög langt Og já, hvernig svona leggst þetta í hann? Það náttúrulega svolítið öðruvísi aðstæður eða ekki sem hann að keppa við þarna? Jó, það náttúrulega fyrst og fremst þetta að renna pínu út í blindt í sjóu með hvernig andstæðingarnir eru en og svona aðstæður jú, það heitt og svoleiðis en hann í mjög góðu formi og bara aðalvandinn að halda aftur á sig, vera löngu orðinn tilbúinn til að keppa og þurfa að bíða eftir að keppa ekki fyrir á föstudaginn en þetta gengur ágætlega allt í góðu standi sko. Já, nákvæmlega En já, þú sé alveg. Já En hvernig ef ég spyrir rétt svo það sem að Helgi keppir núna á föstudaginn hann Arnar búinn að keppa í öllu núna eða? Nei, Arnar Helgi keppir í fyrramálið þar sé í 400 metra sprettinum þar á hann rúmar 66 sekundur best og við erum búin að vera að keyra æfingar á hann núna nokkru intervallæfingar þar sem hann hefur náð að keyra öll intervallin undir 66 sekundum þannig að við erum mjög bjartinn á að hann bæti metið sitt Okay. Og það hægt að fylgjast með þessu frá Íslandi í beinni? Já, það bara inn á IPC Athletics og þar á heimasíðu IPC Athletics þar svona sjónvarpskanall og hægt að sjá öll úrslit koma strax inn þannig að það auðvitað að fylgjast með. Já, nákvæmlega. Ég ætla nú ekki að trufla lengur, þú ert náttúrulega 3 tímum undan okkur og þú þarft væntanlega jafn góðan svefn og íþróttafólki okkar? Já, við förum á fætur, við förum áli klukkan 6 og gerum okkur klára, förum í morgunmat og svona, þá erum við tilbúin. Já, en hvað eru margir keppindur í þessu móti? Þetta eða ekki ansi fjölmennt mót? Jó, þetta mjög fjölmennt mót, það sko 118 þjóðir að keppa 220 verðlaun eða í 220 greinum og keppendur eru alveg 1000 og það gríðarlega mörg lönd og við sjáum bara miklu meiri áherslu stórþjóðana á að ná í verðlaun heldur en mörg undanfarin á. Já, nákvæmlega. Kári Jónsson það býtist verðlaunin sko. Kári Jónsson, þakka kærlega fyrir að gefa ykkur tíma og gangi ykkur sem allar best og baráttu kveðjur. Já, þakka þér fyrir að sýna okkur áhuga og við skilum bara kveðjur til allra heima. Bestu þakkir. Já, það ættar að fylgjast með og náttúrulega Arnar Helga í fyrramálið og já, það inn á heimasíðu í tindinni það var IFPS, ég deili kannski tenglinum og eftir inn á sportáttasíðinu á Facebook en við höldum okkur áfram við íþróttasamband fallara því að næsta dagskrá það Paralympic dagurinn, þetta náttúrulega stór skemmtilegu kynningadagur sem á íþróttum fallara á laugardaginn næstkomandi frá 26 í Laugardalnum og það ýmislegt á dagskránni þarna sem að enginn má láta sér
framhjá sér fara. Það ennþá 0-0 í eina leik kvöldsins í enska boltanum. Cardiff og Bristol í fyrstdeildinni. Gylfi Pálmason sveitarstjóri verður gestur Valdimars Bragasonar